Fundur er settur á Alþingi. Tekið fyrir eina dagskrármálið, dómur Hæstaréttar kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla forsætisráðherra. Tilhögun umræðunnar verður eftirfarandi. Forsætisráðherra hefur allt að 15 mínútum í fyrri umferð, fulltrúar annarra þingflokka 10 mínútur hver. Í síðari umferð fær hver þingflokkur 5 mínútur. Forsætisráðherra hefur 5 mínútur í lok umræðunnar. Röð flokkana er eftirfarandi: Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur, Vinstrihreyfingin grænt framboð, Framsóknarflokkur og Hreyfingin. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir. Virðulegi forseti, niðurstaða Hæstaréttar hlýtur að valda okkur öllum vonbrigðum, enda nær einróma niðurstaða þingsins að efna til stjórnlagaþings á grundvelli þeirra laga sem samþykkt voru. Allir flokkar studdu lögin einu rómi nema Sjálfstæðisflokkurinn, en aðeins einn þingmaður greiddi atkvæði gegn gildandi lögum. Ákvörðun Hæstaréttar gengur fyrst og fremst út á aðfinnslur við framkvæmd kosninganna en ekki lagagrundvöllinn sjálfan. Flestar má það rekja til ótrúlegs fjölda frambjóðenda og mismunandi mats stjórnvalda og Hæstaréttar á heimildum umsjónarmanna kosninganna til að bregðast við þeim óvenjulegu aðstæðum. Þau atriði sem fundið var að við framkvæmd kosninganna voru þessi: Fyrsta lagi, kosning ekki talin leynileg, þar sem hugsanlega mætti rekja númer kjörseðils til kjósenda. Þessi breyting kom inn sem breytingartillaga landskjörstjórnar eftir að upphaflegu lögin höfðu verið samþykkt. Í öðru lagi, pappírsskilrúm geti ekki talist kosningaklefar í skilningi laga. Í þriðja lagi, reglum að kjósandi mætti brjóta seðil saman áður en hann færi í kassa var ekki fylgt. Reglan átti að tryggja leynd. 2 dómarar voru ekki sammála þessari niðurstöðu. Í fjórða lagi, kjörkassar töldust ekki uppfylla skilyrði laga að unnt væri að læsa þeim. Í 5. lagi, umboðsmenn voru ekki viðstaddir við talningu. Í 6. lagi, talning fór ekki fram fyrir opnum tjöldum. Rétt er að hafa í huga að ekkert af ofangreindum athugasemdum hefur komið upp sem raunverulegt vandamál í framkvæmdinni, það að ég best veit samkvæmt upplýsingum innanríkisráðuneytisins sem ég fundaði með í dag. Enginn hefur talið að leyndin hafi verið rofin í raun. Enginn hefur haldið því fram að kjörkassar hafi verið opnaðir, enda hefði merki slíkt verið greinileg og ekki er vitað nein tilvik þess að umboðsmönnum frambjóðenda hafi verið neitað að vera viðstaddir talningu. Mikilvægt er að forsætisnefnd Alþingis fundi svo fljótt sem auðið er með landskjörstjórn og innanríkisráðuneytinu, en þessir aðilar fóru með framkvæmd kosninganna. Við stöndum nú frammi fyrir því að taka ákvarðanir næstu skref. Þau geta verið nokkur og mikilvægt er að þingið íhugi nú hvert næsta skref er í þessari stöðu. Eins og ég sagði, þá geta þeir verið nokkrir. Einn er að hætta við stjórnlagaþingið, sem mér finnst alls ekki koma til greina. Annar að leiðrétta ágallana í framkvæmdinni og kjósa aftur með kostnaði sem því fylgir. Hugsanlega mætti líka veita Alþingi heimild með lögum til að kjósa 25 fulltrúa á stjórnlagaþingið, mögulega þá sömu og þjóðin hefur þegar kosið, meti Alþingi lýðræðislegt umboð þeirra fullnægjandi. Án efa eru fleiri leiðir mögulegar í stöðunni. Í öllu falli hljótum við að leita allra leiða til að stjórnlagaþingið verði haldið og það mikilvæga verkefni sem því var falið með lögum verði klárað. Það höfum verið að mestu sammála hingað til og sú samstaða vona ég að haldi áfram. Menn eiga ekki að reyna að nýta sér þessa uppákomu til að slá pólitískar keilur. Stjórnlagaþingið var tæki þjóðarinnar
til að móta nýja stjórnarskrá og stjórnlagaþingið tökum við ekki frá þjóðinni. Mikilvægt er að menn horfi fram á við og leiti leiða til að leysa málið. Það verður ekki horft fram hjá því að verkefni sem landskjörstjórn stóð frammi fyrir var afar flókið og óvenjulegt, ekki síst vegna fjölda frambjóðenda. Skynsamlegast virðist að forsætisnefnd fari yfir málið og ákveði næstu skref, enda hefur forsætisnefnd, landskjörstjórn og innanríkisráðuneytið haft með höndum undirbúning stjórnlagaþingsins samkvæmt ákvörðun Alþingis.